Nú kemur að einn skemmtilegu maðurrétti. Það eru nautalundir fylltar með humri. Það nú margir eflaust kannast að vita svona surf and turf þegar að vera að fylla lambakjöt eða svínalundir með humri. En ástæðan kannski að maður ekki oft setja með nauti er það að maður borðar kannski nauti svolítið minna steikt og þá eldast humarinn ekkert í miðjunni. En það sem ég ætla að gera núna, ég ætla að setja þetta inn í kantina á nautalundinni, svolítið til hliðar, þannig að humarinn eldast og samt getum við borðað þetta medium rare, eða medium. Það sem við byrjum að gera, það er hérna hanska. Ég er alltaf með sér bretti bara fyrir fisk, fínt að eiga svona plastbretti sem við notum bara fyrir fiskinn alltaf. Þá tökum við humarinn og bara skelfléttum hann eins og bara venjulegan humar. Við sýnum það nú reyndar annar staðar hérna í þáttaskeiðunum okkar. Tökum við röndin úr ef hún er. Svona. Ok, það sem við gerum, við tökum bara humarinn. Söxum hann svona gróft. Svona þetta er nóg. Síðan ætlum við aðeins að bragðbæta hann. Setjum hann inn í skál. Og það er bragðefni sem aldrei klikkar með humri. Það er náttúrulega smá hvítlaukur. Hérna er ég með hvítlauksmauk. Setjum svona hálfa teskeið. Nei, eina teskeið. Salt og pipar náttúrulega. Og smá basil, ferskt basil. Söxum það hérna á þessu bretti. Fín söxum basilaði. Út í humarinn. Og svo er ég búinn að grilla hérna sítrónu. Eins og ég er búinn að segja áður, hún var svona sæt og góð. Og kristum hana aðeins yfir. Svona. Svo er þessu bara að blanda saman. Og þá er fyllingi klár. Setjum hann þetta aðeins til hliðar. Þá er það nautalundin. Og hérna er ég með smá nautalund. Farið hérna í annan hanska. Ok, tökum nautalundin hérna. Ég keypti bara hérna millistykki sem ég bara á kjötmannum. En það þarf að taka hérna sýnin af hérna. En það er alveg að vera með heila nautalund. Þá myndi ég samt taka hana í svona einingar, svona kannski, taka hana kannski í þrennt. Svo þessu auðveldar að fylla hana. Engar sýnar. Skýrum þetta hérna í burtu. Þá erum við með rosalega fallegt stykki af nautakjöti. Það sem við gerum, við viljum ekki hafa humarinn í miðjunni, við viljum hafa nefnilega nautið svolítið fallega steikt í miðjunni. Við viljum hafa hann hérna í kantinu. Það sem við gerum, tökum bara svona hníf. Og við förum svolítið varlega, það er líka hægt að nota brýni eða hérna, skaft eða sleif. Ég nota bara svona mjóan hníf. Passa mig að vera hérna út í kanti. Og alveg hérna út í endan, ég finn fyrir hnífnum. Snýja hann svona aðeins, ekki mikið, bara til að búa til smá gat. Svona. Og svo tökum við puttan og setjum þetta hérna, þannig að puttarnir mætast hérna í miðjunni. Snúum hérna aðeins, svona. Svo lagast hún náttúrulega. Síðan er bara að taka hérna fyllinguna. Tróða henni hérna inn. Það menn alltaf að vera með flotta sýningu í bústaðinu eða gestirnir koma og eins og ég segi, vera vinsælasti maðurinn í bústaðnum. Þá er þetta svolítið sniðugt. Fyrir bara inn hálfa lundina vegna þess að við ætlum að fylla hinum með líka. Svona. Aðeins þreifum okkur hérna inn. Setjum þetta hérna. Það er náttúrulega sjálfsagt að geta líka við lambakjöt eða svínakjöt. Þá mátt alveg fara aðeins inn í miðjuna bara. Sjáu við, þá er það hérna í kantinu hérna. Miðjan hérna hliðina á. Það sem við ætlum að græða núna er smá svona röbb. Kallast þetta einsku eða svona nudda-kjöti með þurrkryddum. Það er voðalega vinsælt núna. Þannig að í þá blöndu má nánast nota hvaða krydd sem er, eitthvað þurrt. En það er fínt að hafa svolítið svona spicy, svolítið mikið bragð. Ég ætla að nota chiliflugur. Þetta er 1 teskeið, cirka. Kummin er rosalega gott í allskyns röbb. Það er að búa til sitt eigi röbb, eins og við köllum þetta, eða blöndu. Og maður á ekki að hika við að prófa að sjá fram. Paprikuduft. Þetta er cirka 1 teskeið af þessu öllu. Vel að pipar. Í þetta skipti ætla ég ekki að vera með ferskmalaðan pipar eða það er svo lengi að mala þetta. Þannig að við notum þetta smá úr en setjum síðan ferskan rétt í lokin svona. Þeir eru búin að elda. Hérna er ég með kreóla blöndu. Það er sama teskeið. Þetta er bara hlægt svona. Og þetta er bara svona létt. Svo er þetta lagað í einhverju magni, geimi krukku bara inn í skáp.
Síðan tökum við nautið, stráum svona yfir. Og sláum sér svona, reynum að láta festa svolítið á. Þetta hægt að gera líka með góðum fyrirvara. Það þarf ekki alltaf að gera þetta leið og maður er að fara að grilla. Það má gera þetta kannski fyrir daginn eða bara hreinlega deginum áður. Þá lítur þetta svona út. Svona. Og það sem við gerum núna, við penslum hérna, ég er með svona rósmari sem ég vil láta liggja í olíu, nota hann sem pensil á grillið. Við penslum aðeins grillið hérna fyrst. Svona. Setjum nautið á og penslum nautið síðan hérna aðeins. Og það er gott að hafa humarhliðina neðar. Byrjum á að steikja hana svolítið. Þetta leyfum við bara að steikjast. Þetta er svona cirka 4 mínútur á hverri hlið. Snúum þessu og svo er þetta bara klart. Leyfum þess að hvíla. Koma aðeins í það eftir nokkrar mínútur. Þá erum við búin að grilla lundina. Og pensla hann alltaf reglulega. Tökum við eitt pensl hérna í lokin. Svona. Þetta er alveg, lítur rosalega vel út. Tökum við þetta hérna. Færum hann hérna yfir á brettið. Og leyfum hann að hvíla á brettinu í svona 5 mínútur, eða 3 mínútur. Ég er búinn að leyfa hann að hvíla aðeins hérna. Hendi hann aðeins á grilli til að fá svona hittan á hana aftur. Og þá bara getum við skorið hann í sneiðar. Sjáu þið. Þetta getur ekki litið betur út. Uss. Færum þetta inn á yfir disk. Höfum hann eldar í kantinum. Hrá í miðunni. Þetta er alveg svolítið á að vera. Gott sveppasalat, portobello, grillaði sveppir, bökukartöfla sem er tvífyllt, góð salsa og sér bara nautalund fyllt með humri klár.